Góðan daginn, Ágúst heiti ég, Ólafsson, verkstjóri í VF í jarðvinnuframkvæmdum og er með verkefni núna á Reykjanesbraut og er búinn að vera í vegagerðarverkefnum núna fyrir vegagerðina sem sagt frá haustinu 2018. Sem sagt var í Breikkun Suðurlandsvegar fyrsta áfanga haustið 2018 og síðan annan áfanga sem byrjaði 2020 og svo fórum við í Reykjanesbrautina núna. Þetta sé nú ekki svona nokkurn veginn umferðarþyngstu vegir fyrir utan höfuðborgarsvæðið sem eru þarna mikil trafík og mikil túristatrafík. Það var aðeins komið inn á það hérna áðan að menn voru að tala túristana og hverjir væru góðir og slæmir ökumenn. Það er svona, ég veit ekki alltaf hverjir eru upp í bílunum en ég ætla að taka undir það sem var sagt hérna áðan að atvinnubílstjórar sem eiga að vera öruggari bílstjórar og sýna kannski öðrum fordæmi í umferðinni og ég ætla að vona að ykkur í ferðaþjónustunni og í flutningafyrirtækjum kannski hlusti á það sem hefur verið sagt hérna að þetta eru aggrífustu eða frekustu ökumennirnir sem að keyra þjóðvegina. Ég veit ekki hvort að þetta tímasetningarnar á rútunum og öðru slíku séu bara svona tæpar að menn þurfa að vera komin á okkur ákveðna staði en þeir eru mjög aggressífir. Talandi Reykjanesbrautina, þetta hjáleið sem við vorum að opna núna í síðustu viku á fimmtudaginn eða föstudaginn, maður ekki, fimmtudaginn ekki. Þarna hraðinn tekinn niður í 50 km hraða. Þessi partur á Reykjanesbrautinni búinn að vera í þó nokkuð mörg ár með 80 km hámarkshraða, þar sem hún einföld. Við erum búin að lækka ökuhraðann niður í 70 km hraða á öllu svæðinu, öllu framkvæmdasvæðinu, 4,5 km. Á þessum hjáleiðum, sem orðnar 2 núna, tökum við ökuhraðann mjög stutta kafla. Þessi kafli tæpir 300 metrar og hinn kaflinn rúmir 400, eitthvað cirka. Þannig að þar tökum við hraðann niður í 50. Þannig að þetta er ekki langir kaflar sem þetta tekið niður í 50 km hraða. Samt sem áður við erum með broskalla þarna sem eru að segja okkur til hvort við erum að keyra og hratt eða ekki. Meðalhraðinn í gegnum hjáleiðirnar 58. Eitthvað finnst það kannski ekki mikið, en þetta nærri 20% yfir hraðann. Hvað haldið að sé mesti hraði sem við farið í gegn? Ég ætla að gefa ykkur að giska. 110. Ég ætla að vera 174. Það var klukkan 9:46 á þriðjudagsmorgni. Það var ekki að nota til. Það eru mjög margir bílar sem eru að fara á yfir 100 km. Þetta bara á miðjum degi. Þetta eru 20.000 bílar sem fara þarna á dag. Við erum með merkingar á stóri bílar, þveraveg og slíkt. Það talaðum hérna áðan að við værum með merkingar sem væri ekki í notkun. En þegar svona framkvæmdir eru í gangi, þá verið að vinna á öllu svæðinu. Það verið að fara inn á veginn, út af veginum og svo við séum ekki beint á veginn. Þannig að bílarnir að þvera veginn. Þannig að þetta stöðug hætta. Það eru framkvæmdir við hliðina á veginn. Þess vegna þurfa merkingarnar að vera uppi allan tíma. Það eru hættur við hliðina á veginn sem að við verðum að merkja. Ef ykkur keyrir á þetta og fer út af eitthvað, þá erum við ábyrgir fyrir því að ykkur gerði mistök.
Þess vegna verður þetta að vera. Við erum, sko, þetta hefur verið, við höfum ekki lent í stórkostlegri hættu enn sem komið er núna, þarna á Reykjanesbrautinni. Suðurlandsveginum var ítrekkað, eins og Þröstur var að lýsa þetta áðan, menn fundu þytin af bílnum í hendina á sér. Þetta er ekki, það er verið að skammast í okkur að við séum að þetta sé ekki nógu vel merkt á annað, en þetta er númer 1 og 3, fólk verður að fara eftir hraðan. Og við verðum að vekja athygli á okkur og við verðum einhvern veginn að gera þetta. Hvernig sem við förum að því, við verðum að ná niður umferðarhraðann. Það er bara, þetta er ekkert, þetta endar með því að það meiðir sig ykkur á þessu. Það er alveg ljóst. Ég veit ekki hvaða ráð er best við því, en ég bara er ekki alveg að átta mig á því ennþá. Það eru 20.000 bílar, cirka, samkvæmt tölum núna frá Vegagerðinni, sem að keyra yfir 20.000 bílar sem að keyra Reykjanesbrautina. Við erum með framkvæmdina alveg upp í brautinni núna og eigum eftir að vera nær heldur við erum í dag. Við þurfum að koma aðföngum inn og út, við þurfum að koma steypu inn og út í verkefnið, við þurfum að koma möl og við þurfum sjálfir að komast bara inn og út á veginn. Þannig að það er alveg eðlilegt að það sé umferðarhraðinn sé tekið niður. Það er erfitt að ná athygli vegfarenda og það er nota bene, það er ofta að tala það hérna að við séum og lögreglan mikið að fólk sé að tala í síman. Það sé eitt af því sem er að trufla okkur. Að tala í síman, að mínum mati, það er ekkert sérstakt vandamál. Þú ert þó að horfa fram. Það er ennþá verra þegar fólk er að skrifa skilaboð á 100. Það er bara helmingi verra. Það sýnir ykkur aðeins þessa glæru, Einar ætlar aðeins að tala þetta er semst hinn hjáleiðin og það er semst það sem að bíllinn fór á 174, það var semst þegar hann kom út úr hjáleiðinni og var að keyra hérna til vesturs, þá var hann tekinn hérna í myndavélinni þegar hún er staðsett cirka hérna, þá var hann á 174. Og staðreyndin er svo að það eru, sko megin hlutin af umferðin er á, hérna sjáum við tölur þetta, megin hlutin er á, sko, þetta er á þessum að við erum með bróskallan á 70 km/h, þannig að, sko, þið sjáum bara hraðan á fólki sem að er hérna, sko, þetta er hátt hlutfall sem er langt yfir umferðarhraða. Og sjáum við hérna, þarna þið sjáum við sko litirnir sína velba. Hérna eru 70 km og 50, þannig að sjáum við hraðan á þessu. Þetta er ókvæðilegt. Ég veit ekki hvað er hægt að gera í þessu. Ég held að sé bara ein leið í þessu. Það er að við bara fáum að setjum bara upp myndavélar, það er bara sektað. Ég legg til að Vegagerðin fá hennan pening sem kemur í sektina bara beint í vegaframkvæmdina. Við varum fljótir að ná inn nokkrum milljónum á 20.000 bílum á dag. Hérna er sem sagt 50 km. Þannig að og við erum sko ekkert í neitt sko rosaleg, ég sko þegar ég alla mína samúð þeir sem eru að standa í holuveikjunum og í málbygginu hérna innan borgarmarkar, sko, þeir eru ennþá nær í umferðinni heldur við. Þetta er, sko, ég bara er ekki alveg svona kveikjaði, en eina ráðið er að, held ég, að setja þetta bara í að fá að sekta. Það gengur ekkert annað upp. Fólk fer ekkert eftir þessu fyrr heldur en þetta fer að taka í budduna og varðandi vegmerkingarnar og þetta, auðvitað má alltaf bæta þetta
En við erum að fara eftir þessum reglum og öðru sem í dag, en það verður þó bara að þrengja þetta ennþá meira og taka hraðan ennþá meira niður og setja með ennþá meira af einhverjum hraðahindrunum og öðru slíku. Það raun og veru öllum til óþurfta, bæði okkur og vegfarendum. En flæðið, sko, við erum ekki að stoppa flæðið með, sko, flæðið, þetta eru það stuttar hjáleiðir og annað slíkt, að flæðið ekkert að stoppa, þetta ekkert að trappast niður, þetta sko, fólk heldur þetta, en við verðum með einhverju móti að sameinast það, vegagerðin og verktakar, að við verðum að fá einhverjar alvöru aðgerðir til þess að ná niður umferðarhraðanum, til þess að það hafa orðið slys, til þess að verður bara hreint og beint ekki banaslys að þessu. Og það styttist í það með einhverjum einasta deginu sem líður. Ég vil ekki vera sá maður sem að lendir í slíku. En ég ætla ekki að segja meira í bili, en Einar ætlar að taka þetta aðeins bólinn og ræða praktíska hluti aðeins. Já, góðan daginn, Einar Hrafn heiti ég framkvæmdastjóri jarðvinnu hjá Íslenskum aðalverktökum. Ég ætla að fara aðeins hérna yfir, við erum ansi mikið búin að ræða sko vegfarendur í dag, sem eru náttúrulega bara íslenska þjóðin, helmingurinn aðeins með athyglisbrest samkvæmt nýjustu könnunum, og við ætlumst til þess að þau taki eftir merkingunum okkar og keyri eins og þau gera. Svo þetta erlendi ferðamenn sem eru kannski misvanir ökumenn, svo þessi blessuðu atvinnubílstjórar sem eiga að vera okkar bestu en kannski sýna það ekki alltaf. Þannig að ég held við þurfum líka pínlítið að skoða, hvernig erum við að framkvæma þetta, og þá ég kannski aðeins að fókusera á stærstu umferðaræðarnar, þar sem umferðin mest, þar sem hraðin mestur. Og ef við lítum á þessa hjáleið sem við gerðum í kringum Hraunavík á Reykjanesbrautinni, að þá var svona kannski þegar var lagt á stað með hana, þá var kannski ýmsu ábótavant með þetta, sko. Og það kom í ljós eiginlega bara alveg strax og það var bætt úr því. Til dæmis var það lýsing á allri Reykjanesbrautinni. Svo sett hjáleið og þá lýsingunni sleppt á hjáleiðinni, sko. Þannig að þú kemur að nóttu til, horfir eftir lýstri Reykjanesbrautinni og svo beygirðu bara út í myrkrið, sko. Að það ekkert þetta að kenna Gunnu og Páli sem búa í Breiðholti þessi mistök, sko. Þetta bara inn á við hjá okkur, sko, sem þarf að bæta. Þannig að staðallinn á hjáleiðinni, sérstaklega hjáleið sem á að vera svo mánuðum skiptir, hefur bara að vera sami standard og á veginum sjálf. Þetta ég held að þetta sé mikilvægt, og þetta tengist náttúrulega inn í öryggi þeirra sem að vinna á svæðinu, því að erum við að í brúagerð og vegavinnu alveg upp að. Svo var teiknuð hjáleið, frárein, og við bættum við aðrein inn á, til þess að þú næði smá hraða inn á og kemur mýkra inn í umferðina en ekki Þetta bara svona ábending, skilur. Þetta ekkert við sáum þetta ekkert endilega fyrir. Þegar við bara fengum hönnunina, gerðum þetta, svo var þetta algjörlega augljóst hvað þetta var ekki gott þegar upp að komið, en Vegagerðin algjört hrós fyrir það að það komu kvartanir, og það var brugðist við bara leið, fengu okkur til þess að setja þarna lýsingu, bæta þetta og hafa brugðist hratt við. Þannig að það mjög gott. En ég held að þetta þarf að hafa bara í huga því að við erum að fara í borgarlínuverkefni, það sem gríðarleg umferð. Við erum að fara í, og það þarf að hanna þetta. Það þarf að hanna öryggið samhliða því að hanna bara endanlega framkvæmd.
Venjulegar vegmerkingar, það sem kallum venjulega vegmerkingar, þar sem eru í vegmerkingabók Vegagerðarinnar. Okkur finnst að þær séu farnar að duga illa í þessari þungu umferð þar sem að þú ert búin að keyra til dæmis alla leið úr Keflavík á einhverjum ákveðnum umferðarhraða og það þarf bara gríðarlega mikla merkingu og til þess að ná athygli vegfarenda. Þannig að ég held að þurfi bæði að stækka skiltin og einhvern veginn að fanga betur athygli þeirra sem að koma að slíkum svæðum. Og það spurning hvort að sé meira verið að hugsa að halda umferðarhraða í gegnum hjáleiðir heldur en að drepa niður, sko. Af því að það ekkert, sem við búin að tala um hraðan, að sko, kannski þessi hjáleið bara alltaf góð. Þú veist, það hægt að keyra í gegnum hann á 130 km hraða á þess að fara út í skó, sko, ef út á þokkalegum, þannig að, sko, spurningin þú veist, það náttúrulega, þetta var svolítið mikil vegagerð, sko, og þetta gert svolítið svona, professional, eins og þú eigir að halda umferðinni í gegn, umferðarhraða í gegn, en kannski það ekkert endilega rétt í kúrsinn. Þetta eitthvað sem við þyrftum kannski að velta fyrir okkur því betur sem við gerum hana, því öruggari hún, en þar að leiðandi náttúrulega höldum við umferðarhraðanum meiri, sko. Skjóta þér inn í að setja þetta hönnunarhraðin á þessu sé 70 km. Já, hönnunarhraðin á þessu sé 70 km. Já, sem kannski, svo nefni ég að það var engin hjáleiðin Rauðamel sem var hönnuðin í gögnunum. Ég ætlaði bara að bakka aðeins fyrirgeðu, svona hingað. Við ákváðum hins vegar að gera hjáleið og ástæðan tvenn. Hún praktísk. Það þetta eru 2 eins brýr og við viljum gera það báðir í einu. Það praktíkin í því. Öryggislega séð, þá, sko, við hefum átt að klára þessa, veita svo umferðinni hingað og klára svo þessa. Það hefði þýtt það að við hefum verið með vinnuna alveg klínda onni í umferðinni. Þarna erum við búin að ná að hægja á umferðinni og ýta henni lengra frá okkur. Þannig að við teljum þetta öruggara og þetta kannski eitthvað, þú veist, þessa praktík í hönnunarferlinu þyrfti kannski að hugsa aðeins betur. Svo nokkrar bara svona ábendingar í lokin frá okkur, það eins og ég búin að nefna fullhanna örugga hjáleiðir með öryggi starfsfólk og umferðarleiðarljósi. Og kannski hjáleiðir og rekstur umferðaröryggi sem greiðsluliði inn í útboðum, þannig að þú veist, það nefnilega málið, sko. Það vegagerðin sem setur kúrsinn í gæðum á þessum málum, þannig að það séu allir að bjóða í það sama og það kemst enginn hjá því að uppfylla þau skilyrði sem sett eru í útboðsgögnum. Þetta hlut til komið inn sem gott. Til dæmis voru, sko, það var sér hjáleiðarliður í gögnum í Reykjanesbraut, en það hefði kannski mátt splitta honum aðeins betur upp og svona, það praktík, en því meira af þessum málum sem fer inn í sko, greiðsluliðina sjálfa, þar að segja fleiri liðir, þeim mun líklegra að þetta verði actually gert. Við höfum svona drauma það að það komi upp svona skiltabrýr þar sem verið að fara í langtíma framkvæmdir sem eru margir milljarðar. Sjáum Breiðholtsbraut, hún tæpur 6, Reykjanesbrautin 4 milljarða verkefni. Ég myndi kannski giska á svona skiltabrú kostaði 20 milljónir eitthvað svoleiðis. Það ekkert stór biti inn í þessar stóru framkvæmdir, en þetta náttúrulega gríðarlega góðar upplýsingar, fanga athygli vegfarenda alveg um leið. Gústi nefndi setja upp hraðamyndavélar á vinnusvæði og sekta.
Eftir því sem við komum næst þá þarf einhverja reglugerðarbreytingar til þess að þetta megi. Þannig að ég held að þetta sé eitthvað samtal sem þarf að eiga sér stað að það sé hægt að setja upp þessa kalla og svo var aftur það sem ég kom inn á heiltölulegir í maksgráður þeir geta verið svolítið hættulegir. Einn túlkaran þurfi að bara vera með nokkra gáttskildi og þetta svo í vandræðum þegar Vegagerðin ætlar að koma og setja mikla kröfur vegmerkingar að þá bara ágætt að greiða fyrir stykki metra af deltablokkum og þá hefur verkefnin meiri áhrif inn í gæði merkingana inn í verkinu og getur svona aðeins sett stífan kúrs á það hvað hann vill sjá. Aðeins stend á að þetta cirka 1 stöðugildi að hugsa vegmerkingar í svona framkvæmdir sem Reykjanesbraut. Það reksturinn á þessu alveg talsverður, sérstaklega yfir veturinn þegar verið að moka að þá upp í 2 á dag þarf bara að þrífa alla skildi og moka frá og það gríðarleg vinna að halda þessu við en það bara það sem að þarf til. Herru, takk fyrir okkur og takk fyrir að gefa okkur tækifæri til þess að kynna okkar mál þetta.